Þegar Guðrún Katrín Gunnarsdóttir á Akureyri var 6 ára var brotið á henni kynferðislega í fyrsta sinn. Síðan þá hefur hún orðið fyrir ýmiss konar ofbeldi. Nú, 21 árs, ákvað hún að afhjúpa örin sem hún hefur eftir sjálfsskaða síðustu 7 ára. Velkomin. Takk. Hvers vegna ákvaðstu að sýna öðrum örin þín? Ég hafði falið örin mín of lengi. Það vissi rosa fáir að ég væri að skera mig. Og það eru bara fleiri þarna úti sem þurfa að sjá að það er allt í lagi að hafa ör. Þú ert með ör bæði á höndum og fótum. Já. Verra á fótunum. Og þetta hefur gekk á í 7 ár. Já. Við förum nánar út í það á eftir, en förum aðeins í þig 6 ára. Hérna á Akureyri, hvernig stelpa varstu? Ég var alltaf rosalega glöð og hress. Var mikið í íþróttum. Svo ferðu út að leika þér á leikvellinum og hvað gerist? Það var strákur í 10. bekk sem var þarna með okkur. Og hann ákvað að taka mig til hliðar og brjóta á mér. Hvernig líður mann eftir það? Skringilega, ég held þetta væri mér að kenna. Ég hefði gert eitthvað. Ég vissi ekki alveg hvað var í gangi heldur. Fattaði ekki að þetta væri eitthvað rangt við þetta. Inn í hvað búning sett hann þetta fyrir þig? Hvernig gat hann lokkað þig? Það er bara rosalega góði vinnir og hann átti heimasætt við hliðina á leikvellinum. Og hann var svona flotti strákurinn sem allir vildi vera með. Og spurði hvort ég vildi koma með hann í tréhúsið sitt sem var bara þarna við hliðina. Og ég gerði það og við lékum okkur í smá stund og síðan fór hann inn á mig og... Hvað gerður í framhaldi af því? Léstu einhvern vita? Nei, lét engan vita. Fór bara heim. Náði að grípa fötin mín og hlaupa út. Klæddi mig í fötin á leiðinni heim. Breyttist allt eftir þennan dag? Rosa margt. Ég reyndi að flýja. Tilfinningarnar. Hvernig gerður það? Íþróttum. Það er lengi í fótboltanum, var fótbolta í 10 ár. Elti þessi minning þig alltaf? Já, svo voru hann alltaf í sama skóla. Þannig ég hitti hann á göngunum. Bannaði þér að segja frá? Nei, ég raunin ekki. En hvernig fannst þér þetta vera þér að kenna? Bara, það er góð spurning. Ég veit það ekki. Bara því ég fór með honum. Svo vissi ég ekkert alveg hvað var að gerast þegar ég var 6 ára. Nei. Og þú gast ekki sagt foreldrum þínum og bara engum? Nei. Ég hefði gert það en ég gerði það ekki. Þú varst mikið í fótbolta og hvernig var æskan þín? Ég var alltaf rosalega upptekin. Var alltaf að gera eitthvað. Mátti ekki stoppa. Hvað gerðist þegar þú stoppaðir? Þá fór mér að líða illa. Þannig ég stoppaði bara ekkert. Spilaði fótbolta alveg út í eitt? Já. Hvernig gekk þér í skóla? Ekkert allt og vel. Hvernig var einbeitingin? Hún var svona út allt. Svo er ég lesblind líka, það kom ekki fram heldur. Þannig að krakkarnir gerðu grína mér að ég kynni ekki að lesa. Það bætist ofan á? Já. Hvernig var að takast á við það? Bara með að flýja aftur. Þá varstu góð í fótbolta? Þá var ég mjög góð í fótbolta. Ég var besti í flokknum. Tók strákana í fótboltanum alveg hægri vinstri. Þannig að þeir voru ekkert mjög glaðir með það. Nei. En þar varstu best? Þar var ég best, já. En var ekki tekið á því að þú varst lesblind í skólanum? Nei, ekki fyrir en ég var í 10. bekk. Hvernig fórstu að því að læra? Lærðir utan bókar eftir að hlusta þér, að hvað gerður? Ég las bara mjög oft og svo lásu mamma og pappi fyrir mig líka. Já.
En hvernig samband áttur til dæmis við eldri bræður þínar? Þú ert svona lang yngst, er ekki rétt? Jú, þeir voru eiginlega fluttir út bara þegar ég var mjög ung. Hvað, 14 og 17 árum eldri? Já. En var mikið talaður eitthvað tilfinningar? Sagður svona almennt hvernig þið leið? Varstu spurð mikið hvernig þið leiði? Nei, við töluðum ekki mikið tilfinningar. Nei. Það var aðal bara íþróttir og svona eitthvað sem ég var góð í. En hvað gerir svo þegar þú ert 14 ára? Það var með nauðgað. Þér var nauðgað 14 ára? Já. Hvar var það? Heima hjá mér. Var það einhver kunningi? Það var vinur minn sem ég var að hjálpa af því hann var að skera sig. Hann var að skera sig? Já. Ég var að hjálpa honum í gegnum og reyna að fá einhver hjálp fyrir hann. Hann notaði sér það að hún nekkaði mér. Hvað, þú hefur væntanlega kært hann eða sagt frá þá, var það ekki? Nei, ekki heldur. Hvað gerðir þá? Þá byrjaði ég að skera mig. Þú byrjaði að skera þig? Bara strax í kjölfarið, eða? Það liði einhverju mánuðir en það var ekkert mikið lengur en það. Hvernig kom svo hugsun upp að fara að skera sig? Ég var búin að sjá hjá nokkrum sem ég þekki að voru að skera sig að þeim leið svo illa. Eins og til dæmis honum? Já, þá ákvað ég bara að pröfa þetta, fyrst að fólk væri ennþá lifandi og svona. Og hvernig var tilfinningin? Hvað fór í gegnum hugan á þér þegar þú ferð og kaupir rakvélablöð væntanlega eða hvað? Ég notaði hníf heima. Notaði hníf? Átti ekki efni á rakvélablöðum þá. Þannig að þá notaði ég vasanhníf. Og fórst bara að skera þig í hendurnar? Já. Hvernig, manstu eftir því hvernig það var í fyrsta sinn? Já, ég var hrædd. Já. Hrædd við þá hvað? Aðrir myndi sjá þetta. Já. Og ég vildi ekki að því að fólk sagði oft að þetta væri bara til athygli. Eða fyrir athygli. Og það var ekki það sem að ég vildi. Ég vildi bara bæla niður andlegan sársauka. Hvað, einhver tíma kemst einhver að þessu, er það ekki? Einhver tíma sér einhver fullorðinn þetta eða hvað? Ég sagði frá. Þú sagðir frá því og væri farin að skera þig? Já. Hverjum sagðir frá? Konu sem vann á bókasafninu í Glerskóla. Þú treystir henni? Já. Af hverju treystir henni? Ég veit ekki, hún er bara hreindisleg. Og núna er hún eins og önnur mamma mín í dag. Fórstu bara til hennar og sagðir, ég byrja að skera mig? Já. Vá, hvað skiptir miklu máli að sé fullorðið fólk í kringum mann sem sér og hlustar? Já. Síðan dró hún mig til lækna og sálfræðinga og... Gerði hún það? Já. Hvernig þurfti að draga mig. Já. Hvað varstu hrædd við? Af hverju þurfti að draga þig? Hvað var það sem þú varst hræddust við? Lækna. Að hvað? Þeir myndu ekki trúa mér að það væri eitthvað að. Að stóri sannleikurinn sem var þarna undir myndi komið ljós? Já. Og þú þorðir ekki að segja hann? En ég var búin að segja Helgu allt. Þú sagðir henni þetta? Já. Það baðst hann að segja engum eða? Já. En hún fór réttu leiðin, hún fór með því til lækna og Já. Sálfræðinga. Voru mamma og pabbi ekki meðvituð þetta þá? Fengu þau ekki vita? Hvað óttaðistu ef að þau fengi að vita þetta? Ég veit það ekki. Það var alltaf bara einhver hræðsla. En hvernig viðbrögð fékkstu hjá læknum? Þeir sáu náttúrulega bara að ég var rosalega veik. Já. Það var svona pínu léttir að vita að það væri eitthvað að. Það var ekkert að laga þetta. Fyrst fór ég og hitti lækni. Já. Og hann talaði oft við mig einu sinni í viku bara. Skrifaði mig sem pappírsvinnu svo að hann fengi meiri tíma með mér. Þannig að ég gæti fengið allan tíman í heiminum til að reyna að tala. Hvernig gekk það? Það gekk þetta sérstaklega vel. Helga talaði fyrir mig fyrstu,
ég veit það ekki, 10 tímana eða eitthvað. Já. Svo gæti ég sagt svona aðeins meira hvers skipti. Síðan var mér beint upp á dagdeild geðdeildar. Fekk þar að hitta félagsráðgjafa sem ég er ennþá að hitta í dag. Já, 7 árum seinna. Það hlýtur nú að vera svolítið gott að hafa aðgang að sömu manneskinni, fagmanneskinni, eða hvað? Já, Gastu sagt henni hvað hafði gerst? já, á endanum. Er þetta alltaf gerast þegar þú ert 14-15 ára? Ég fór til læknis þegar ég var held ég 16-17. Jáhá, þannig að það líður smá tími frá því að þér er nauðgað, þú byrjar að skera þig og svo 15-16 ára ferða að segja frá þessu, eða hvað? Já, fyrir að segja frá þessu, en svo fekk ég ekki hjálp fyrir ég var 17-18 ára. Já. Þá loksins gat Helga dregið mig á stað. Þannig að hún var í raun og verið fyrst bara þinn áheyrandi, eða hún var bara að hlusta á þig. Já. Gat tala við hann allt. En þú hélst alltaf áfram að skera þig á þeim tíma? Þetta var alltaf svona pínu litli skurðir, bara svona einhverja skramur fyrst. Já. Og þá í hendurnar, eða? Já. Geturðu lýst fyrir mér hvernig tilfinning það er að skera sig? Hvað verður einhver léttir, hvernig útrás færðu fyrir vanlíðaninn? Maður finnur ekki fyrir andlegum sásöka, að þegar líkamlegi sásökin er svo mikill. Þá fær maður pínu frí frá hugsunum. En nú blæðir mikið úr svona? Já. Varstu alveg orðin sérfræðingur í að binda sár? Já. En þurftir ekki að fela þetta í fötum með því að... En hvað með eins og íþróttir? Varstu hætt í fótboltanum á þessum tíma? Nei. Ég var alltaf bara í langarma peysu innanundir. Eða í keppnistreyju sem var nær náttúrulega alveg niður á úlið. Já. Enginn þar í kringum þig? Stelpurnar í fótboltanum eða þjálfarinn eða neitt? Nei. Veitti neinn athygli? Nei. Þegar nú fer maður í sturtu eða ekki eftir? Maður fer í sturtu heima. Maður fer í sturtu heima, já. Það sjálfsög. En þetta er rosa mikil útpæling í að halda þessu öllu leyndu. Já. Er ekki mikil orka í það? Það gerði það sko. Já, það þurfti alltaf að passa sig. Já. Mátti ekki bretta upp ermar eða neitt. En hvað með kærasta eða? Hvernig, varstu eitthvað í að hitta stráka eða? Já, aðeins. Við vorum átti kærasta í 9. og 10. bekk. Og væntanlega hefur hann þá séð líkamann þinn. Hvaða skýringu gafst? Bara að mér liði illa og þetta var bara leið. Hann vildi ekki að ég sagði neinum að því hann skammaði sín fyrir örin mín. Athyglisvert. Og þá sagður ekki neitt? Nei, þá held ég þessu ennþá lengur leyndu. En eineltið í skólanum, var því lauk því einhver tíman? Já. Ég var svona líkamlegt ofbeldi frá 1. til 4. bekkjar eða 5. bekkjar. Svo byrjaði svona baktal og svoleiðis leiðindi í 7. og 7. Sem ég fannst í rauninu verra heldur en líkamlega því það hætti. En andlega satt alltaf með hann í. Spurður þig stundum hvers vegna þú? Af hverju þú var að lenda í þessu? Ég var öðruvísi. Ég var ekki eins og alla stelpunar. Að hvað leyti? Ég var strákaleg og var mikið í íþróttum og svona. Hvað gerist þegar þú ert 16 ára? Þá var minn ekki aftur. Var það einhver sem þú þekktir? Það var strákur sem ég hitti á Tinder og hann var nýfluttur til Íslands. Og ég var að sýna hann bæinn og svona kringum Akureyri. Og við erum mjög góða vinir. Svo eitt kvöld þegar við vorum í bílnum þá gekk hann lengra heldur en hann átti að gera. Og ég náði að henda mér út úr bílnum og rífa fötin mín frá honum. Já. Náðurðu að fara
upp á spítala eða Nei, hvaða hugsun fór í gegnum höfuðið þitt þá? Hvað var það sem kom í veg fyrir að þú myndi kæra hann? þegar við byrjuðum að kyssast og svona, þá held ég að myndi bara mega gangi eins langt á hann vildi. Já. En svo snerist þér hugur. Já, og ég sagði nei og ég vildi því. En hann hélt alltaf áfram lengra og lengra og lengra. Og þetta var enn eitt áfallið sem fór inn í bókina þína, inn í sálina þína. Já. Og hvernig, þá get ég ímyndað mér að þú hafir ekki, til hvað ráða greifstu? Hvað gerður þá? Skar mig dýpra. Já, var það þá sem þú fórst að skera því í fæturna, eða? Ekki alveg strax. Nei. Svo hætti ég líka að borða. Já. Ég sleppti því. Þá fara að líða um mig hér og þar. En engum sagðuru hvað hefði gerst, eða hvað? Nei, Og varst að springa. já, Enginn sem að sá, manst ekki eftir neinum sem spurði þig nokkuð tíman. Er allt í lagi með þig, elskan mín? Eða hvernig líður þér? Helga. Hún sá alltaf að það gerist eitthvað. Já. Hún lokaði eins og bókasafninu eftir nauðguna þegar ég var 14 ára og spurði hvað var í gangi. Hún sagði það bara strax á mér. Þarna var ég náttúrulega hætt í skólanum. Já. En ég fór samt að heimsókna í gleðaskóla. Hvatti hún þig til þess að gera eitthvað róttækt? Já, Hlustaðir á hana? nei, Var það þá sem hún fór að draga þig með sér til já, lækna? Varstu hvött til þess að kæra eða leggja fram kæru? nei. Þú sagðir þú hefur ekki alveg strax farið að skera þig í fæturna. Hvenær, á hvaða tímapunkti gerist það? Þegar ég var 19. Ég heyri bara leið þú segir þetta að þarna er einhver mikil sorg. Hvað gerðist þegar þú varst 19 ára? Þá var ég í ofbeldissambandi. Já, varstu komin í ofbeldissamband. Hvernig, ekki hefur það verið strax ofbeldissamband, var það? Eða hvað? Nei, Byrjaði þetta sakleyslega? já, það var allt mjög gott. Hélst þú væri búin að finna ástina. Já, En hvað leyndist þar á bakvið? andlega, líkamlega og kynferðislegt ofbeldi. Já. Var hann jafnaldrið þinn eða? Það var nokkrum árum eldri en ég. Hvernig fer svoleiðis einhvern veginn af stað? Hvað kom fyrst? Hvernig ofbeldi er fyrst? Andlegt. Í hverju fólst það? Bara að setja út af mig hvað allt sem að ég sagði honum frá sögunum minni og hún var alltaf að íta á einhverja punkta. Þú treystir honum fyrir sögunum þinni. Já, Og þegar það var búið að brjóta þig niður andlega, hófst þá líkamlega ofbeldið? Eða hvernig, Já. í hvað röð kom þetta? líkamlega og kynferðislega komur svona á svipuðum tíma. Hvernig er að vera þarna? Það var náttúrulega bara rosalegt. Ég var alltaf hrædd. Já. Þú veist alltaf hrædd að viðbröðin hans. Já. Hvað ég myndi gera? Ég myndi fara í vitlaus föt eða segja eitthvað vitlaust eða ekki sinna hann nógu mikið. Þú varst skömmu fyrir allt. Já, Var einhver sem að sá eitthvað athugavert við ykkar samband? vinkonu mínar þegar hann bannaði mér að fara út. Þegar hann bannaði þér að fara út. Já. En í svona stöðu, hver getur hjálpað manni? Hvað getur hjálpað manni? Góður vinir, fjölskylda, ef maður þorir að segja frá. Og reyna að koma sér út sem fyrst. Er ekki alltaf einhver viðvörunarljós sem að blikka? Hvenær sást þú aðvörunarljósin? Of seint. Of seint. Varstu illa farin andlega Já. og líkamlega? Hvernig landan þig eða
sló eða hvaða? Já, sparkaði ef ég lá í jörðinni og svona. Ég tók eiginlega ekkert eftir, mér fannst bara allt eðlilegt við þetta. Já, þér fannst það? Já, fyrir að vinkonum mínar tóku og töluðu við mig. Já. Sagði bara, Guðrún, þetta er ekki í lagi. Þá fór ég svona að átta mig á því að þetta væri rangt. Fannst þér einhver tíman að þú ættir þetta bara skilið? Er svoleiðis tilfinning? Ég var náttúrulega bara inn í grunnskóla og andlegt ofbeldi líka þar. Þannig mér finnst þetta bara að vera eðlilegt. Var engin aðvörunarpúki sem sagði neitt inn í þér? Nei. Og hvernig komstu út úr þessu? Fekk hjálp frá einhvernum mínum. Ég sendi hann skilaboð á Facebook við varum hægt saman af því ég þorði ekki að segja þetta við hann. Já. Hvað voruð þið þá búin að vera lengi saman? Í ár. Og varstu þá byrjuð að skera þig djúpum skurðum á lærin? Það byrjaði eftir sambandið. Eftir þú komst út úr sambandinu? Já. Já, áhugavert. Hvað? Þú komst út úr þessu með því að þú segir honum upp í raun og veru bara á Facebook. Já. Og hvað svo? Og hvernig brást hann við því? Hann var mjög reiður. Ég fekk vinkonum mínar til að hjálpa mér að ná í dótið mitt úr íbúðinni hans. Því ég þorði ekki að fara ein. Var hann heima þegar það var? Já. Þú náðir dótinu þínu og komst þér undan. Varstu það laus allra mála frá honum? Nei. Hann hótaði mér alveg nokkur sinnum og reyndi einu svona að keyra mig en ég náði að hoppa fram. Á einhverjum tímapunkti fannst þér eðlilegt að þú myndir kannski kæra hann eða fá nálgunarbann eða eitthvað slíkt? Ég hugsaði ekkert út í það. Nei. Er hann einhvers staðar nálægur þér í dag? Nei, hann er fluttur út. Hann var frá Búlgaríu og kom hingað að vinna. Já. Hann er fluttur aftur út til Búlgaríu. Þannig ég þarf ekki að hitta hann. Nei. En þú sagðir að þú hefðir eftir þessu sambandi lauk, þá fórstu að skera þig alvarlega. Já. Varstu ekki ofboðslegur sársauki? Jú. Og hræðsla. Og hræðsla. Og þú ert 21 árs í dag. Já. Þú ert búin að gangi gegnum þetta allt saman. Já. Þú heldur áfram að skera þig alveg þangað til fyrir hvað, 4-5 mánuðum? Já. Á hvaða tímapunkti fékkstu faglega hjálp? Hvenær gastu leita, þú varst eitthvað í samskipti við lækna og félagsráðgjafa, sálfræðing. Hvernig einhvern veginn, hvenær fór sú vinna að skila árangri fyrir þig? Þá náttúrulega var að ganga alveg ágætlega þangað til ég fór í ofbeldi samband, þá fór þetta allt niður á við aftur. Já. Svo er ég bara ennþá að vinna í dag. Já. En þú tókst þessa ákvörðun að sýna fólki afleiðingarnar. Já. Veila afleiðingarnar af því að líða svona ofboðslega illa. Hvernig tókstu það ákvörðun? Það er hvað spurning. Ég eiginlega veit ekki af hverju ég tók þetta skref. Þetta er mjög stórt skref. Það feila örum mín svo lengi að fólk þurft að sjá þetta, svo er ekkert mikið talað um þetta. Þetta er svo hættulegt, brothætt mál að tala um. Þannig að ég heldur bara að fá meiri umræðu í samfélaginu sjálfskaða. Þú veistu að það eru mjög margir og margar að skaða sig? Já. Veist þú í dag hvað það er sem veldur því að maður skaðar sjálfa sig? Það getur verið svo margt. Já. Það er ekki eitthvað eitt sem að fær mann til að skaða sig. Nei. Það er bara þegar andleg heilsa er svona slæm. Það finnst þú þurfa að flýja. Flúður einhvern tímann inn í einhver efni eða
Já, þegar ég var í ofbeldissambandinu. Já, Það var það sem hélt mig gangandi þá. já. Var það þá að reykja gras eða eitthvað slíkt? Já. Já. En þú ert laus úr því, eða Já. hvað? Já. Þannig maður leitar allra leiða bara til þess einhvern veginn að komast af. Þetta var bara það sem ég held að myndi halda mig gangandi í gegnum þetta samband. En svo gastu stíð út úr því Já, og fórst að leita að hjálp. já. Og nú eru komnir nokkrir mánuðir síðan þú skaðaðir þig síðast. Hver er staðan í dag? Hvernig líður þér í dag? Ágætlega. Ég tek bara einn dag í einu. Það getur verið erfitt. Hann langar að gera eitthvað meira en maður reynir að gera allt til að forðast. Mér finnst þú tala næstum eins og þetta sé einhver fík. Þetta er fíkn. Já. Hún gerir mann ekki gott en hún er þarna til staðar. Já, Og þess vegna þarf maður að takast á við einn dag í einu með já. það. Þú ert í sambandi, er Já. það ekki það? Hvernig er það frábrugðið því sem að þú hefur áður verið í? Það er bara allt öðruvísi. Hann er yndislegur og góður við mig. Mér fannst ég ekki eiga að skilið þegar við byrjum saman. Ég held að hann væri bara vildi eitthvað frá mér. Þess vegna væri hann svona góður. Já. En svo áttaði ég mig á að þetta var bara eðlilegt samband. Eins og fólk venst. Þannig að þið verið að byggja upp ykkar samband. Já, Heilbrigt samband. heilbrigt samband. Sem finnst ennþá svolítið skrítið. Hvaða máli skiptir það fyrir þig að þín saga hjálpi einhverjum? Ég vona bara að fólk geti stigið fram með sína handlegu erfiðleika. Vona að hjálpa einhverjum. Ég er alveg vissin. Guðrún Katrín, takk innilega fyrir að koma og deila þessari sögu með okkur. Takk fyrir mig. Það var mikilvægt.